Viska til frelsis, 7. kafli, kærleikurinn. Kærleikurinn er öllu æðri. Ekkert sigrar kærleika sem er án skilyrða. Upplag sálarinnar, þín sanna sjálfs, er kærleikur. Þegar þú upplifir kærleikan í hjarta þínu, þá er það sálin að tjá sig. Kærleikurinn er andstæða óttans og geta því aldrei birst á sama tíma. Það er æðsta markmið hverja manneskju að geta lifað í skilyrðislausum kærleika og að opna hjarta sitt og fylla brjóstið af kærleika og miðla honum til annara. Þetta er áskorun í heimi og umhverfi þar sem aðrir geta komið fram við þig fullir af hatri, reiði og illgirni. Það krefst andlegs þroska að halda ró sinni við slíkar aðstæður og koma fram af kærleika. Það er auðvelt að missa jafnvægið og svara í reiði. Líkt og ljósi sigrar myrkrið, þá sigrar kærleikurinn óttann. Kerfi heimsins og ráðandi öfl ala á ótta og stjórna með óttanum. Hann er ráðandi afl í heiminum í dag. Sá sem er óttaslegin skortir kærleikan og er auðstjórnað af öðrum. Óttinn leiðir af sér neikvæðar tilfinningar, orð, gjörðir, kvíða, hatur, samkeppni og illsku. Kærleikurinn leiðir hins vegar af sér jákvæðar tilfinningar, orð og gjörðir, umburðarlyndi og hjálpsemi. Það er hverjum hollt að skoða og greina tilfinningar sínar og framkomu gagnvart sjálfum sér og öðrum í lok dags. Var ég kærleiksríkur í dag við sjálfa mig og aðra? Hélt ég jafnvægi og ró í dagsins önn? Hvernig kom ég fram við sjálfa mig og aðra? Hvernig voru hugsanir mínar, orð mín og gjörðir? Ýttu óttanum frá þegar hann birtist og fylltu brjóstið þitt af kærleika. Það er leiðin fram hinn andlega veg til þroska og hærri vitundar.